Góðan daginn elskurnar og velkomin í Gamesýruna. Það vera miðvikudagurinn 24. júní. Herðu, það er vísinda fara aðeins út í interdimensional beings. Þessu hefur verið slengt fram núna nokkuð oft. Bæði auðvitað bara af mér, en þetta er ekkit bara úr lausu lofti gripið. Þetta er eitthvað sem hefur auðvitað verið í UFO-umræðinu lengi, en svo þegar að þingmenn, og í þessu tilfelli kannski einna helst, Anna Paulina Luna, kemur út úr yfirheyslum með uppljóstrurum úr svokölluðu skiff rooms, sem er svona háleyndar herbergi fyrir yfirheyslur af þessu tagi, þá sem sagt kemur hún út og hún og fleiri þingmenn sem eru viðstödd þessar yfirheyslur, þau koma sem sagt út úr þessum herbyggjum og þau tala ekki lengur aliens. Og það er ekki bara út af því að orðið aliens er kannski eitthvað jaðarsett eða gildishlaðið, einhvers konar dægumenningu eða popkultúr eða tengt kannski ólöglegum innflytjendum og annað. Þau koma út með nýtt hugtak sem rammar inn svokallað NHI eða Non-Human Intelligence, sem er þá Interdimensional Beings eða fjölvíddar verur eða millivíddar verur. Og Anna Paulina Luna kemur út, talar interdimensional beings, samkvæmt því sem hún heyrir frá uppljóstrurum, og hún hvetur fólk til þess að lesa rit eða texta og eins og The Book of Enoch, sem að felur í sér upplýsingar. Þetta er svona held ég eitthvað svona gyðinglegt rit sem var hluti af Biblíu og er ennþá hluti af Biblíu til dæmis í Eþíópíu, svo eitthvað sem nefnt, en er ekki hluti af þessum testamentum sem að þetta svokallaða kristna fólk er að ganga út frá í dag. Þar sem sagt voru sendir niður englar, 200 englar sem að fóru svo að girnast mennskar konur og þær sem sagt gátu börn sem að voru svokallaðir blendingar af þá ójarneskum og jarneskum verum. Veit ekki mikið meira The Book of Enoch, ég hef ekki lesið hana, það verður nú kannski gaman að fá að sjá þetta bara í kvikmynd, en ég ætla að fjalla aðeins þessa millivíddar verur og þá spyr maður sig. Hvað er átt við? Og hugmyndin er svo að þessa veru séu nefnilega ekki endilega geimverur í hefðbundnum skilningi, þá frá annarri plánetu sem er að ferðast úr einu sólkerfi yfir í annað með geimskipum, nuts and bolts, heldur mögulega eitthvað annað sem komið frá öðru sviði veruleikans. Þetta getur verið úr annarri rúmvídd en okkar, samhliða alheim eða veruleika sem við einfaldlega skiljum ekki, eða eitthvað skonar hærri vídd sem að við manneskjur getum ekki upplifað beint. Og þetta er náttúrulega ekki nýtt á nálinni. Við erum á Íslandi, eru álfar og huldufólk og sumir sem eru næmir og sérstaklega kannski í gamla daga voru að horfa á álfa og leika sér við álfa og sérstaklega kannski þau voru börn og horfa á álfa labbaðan í einhverjar álfaborgir og svo framvegis. En þessi klassiska UFO hugmynd er sem sagt bara að það kemur bara geimskip frá plánetu til jarðar frá annarri stjörnu eða sólkerfi. En interdimensional hugmyndin, þar erum við kannski ekki að horfa á þetta sem ferðalang endilega á geimnum, heldur eitthvað sem fer á milli mismunandi laga veruleikans. Og vísindin, hvað segja þau? Það er mikilvægt að greina á milli, þetta fræðilegra vídda eins og í eðlisfræði, það er til dæmis hugmyndin fleiri víddir í sumum kenningum eins og strengjafræði og til dæmis hugmyndirinnar greindar verur sem ferðast á milli vídda. Og þetta er náttúrulega bara tilgáta eða vangavelta, en samt sem áður eitthvað sem uppljóstrarar er að tala og þetta sem stangast ekki á við frásagnir vitna og þeirra sem að upplifa UFO eða NHI encounters. En þetta er náttúrulega ekki eins og er vísindilega
staðfest. Eðlisfræðingar, þeir nota orðið vídd oft á mjög tæknilegan hátt, til dæmis sem svona viðbóta stærðir í stærðfræðilegum líkönum, en í UFO-umræðinu þá þetta meira notað svona út frá heimspekilegri og kannski í frásagnarkendari merkingu. En stutta svarið interdimensional beings, verur sem eiga ekki uppruna sinn í okkar venjulega rými eða tíma. Þetta hugsanlega í annarri vídd eða veruleikasviði. Þetta sem sagt, þetta það nýjasta, the hot shit. Og hvernig geta vísindin þá útskýrt þessar kenningar? Hvernig gæti það verið hulinn heim eða marglaða veruleika? Þetta eru áhugaverð spurning og hún situr á mörkum eðlisfræði, heimsfræði, heimspeki og auðvitað bara ímyndunar afls og innsæis. Og vísindin hafa reyndar nokkrar hugmyndir sem að gætu hljómað eins og hulinn heimur eða marglaða veruleiki, en það eru yfirleitt mjög nákvæmari, og svona, það eru vísindilega útskýranlegar, eða útskýranlegri en svona dulhyggju útgáfu UFO málaflokksins. Og helstu leiðarnar sem að við getum reynt að nálgast þetta út frá vísindum, það bara númer 1, ef við skoðum fleiri víddir en við skynjum, ok? Og í dag, ég sem manneskja, ég upplifi sem sagt 3 rúmvíddir, sem sagt lengd, breidd og hæð og svo náttúrulega 1 tíma ás, eða tími, sem sagt rými og tími, tíma og rúm. En sumar fræðilega kenningar í eðlisfræði, það leyfa fleiri víddir, eins og til dæmis í strengjafræði eða string theory. Þá möguleiki á að alheimurinn hafi fleiri víddir en við sjáum, en að það séu þessar víddir, þær eru krumpaðar saman á mjög mikroskópískum kvarða og algjörlega óaðgengilegt út frá hefðbundri skynjun. Og svo það númer 2, það samhliða alheimar, það eru svona svokallaðir multiversar. Og sumar útgáfur í heimsfræði, þau velta þessu fyrir sér, hvort alheimurinn sé mögulega einn af mörgum. Og við getum nefnt sem dæmi, það hérna bara eternal inflation, það eftir mikla hvell gæti mismunandi bólur af space-time hafa myndast og hver og ein bóla með sinn eigin alheim. Og B, það margir heimar innan skammtafræði, þetta bara many worlds interpretations, það ein túlkun á skammtafræði sem segir að þegar möguleikar eru fyrir hendi, geta allir möguleikar haldið áfram í mismunandi greinum veruleikans. Þetta svona svolítið í samræmi með það sem ég talaði hvað var tímalínur. Þannig að þegar við sem manneskjur, þarna erum við bara að hugsa bara in theory, ef ég tek eitthvað ákvörðun eða hver einasta hugsun, hver einasta gjörð, hvert einasta orð sem ég læt út mér, það framkallar breytingu í stefnu sem færi mig inn á nýja tímalínur, en þarna verður þetta skrítið, en að ég skil eftir hina útgáfuna af sjálfum mér og þetta bara stöðugt í gangi sem þýðir að af mér, Gunnari Dan, þá eru bara mögulegar 20 milljóna eða milljarða útgáfa af mér í öðrum víddum. Ég kannski getur verið ríkur einhvers staðar, fátækur annars staðar, veikur eins staðar og svo bara dáinn einhvers staðar annars staðar eða bara sjúklega hraustur, bara alls konar útfærslur. Sem sagt, heimur falinn í geimnum. Þannig að svo það hulin lög náttúrunnar, það sem við köllum raunveruleikann, sem alltaf byggður af því sem við getum mælt. Það sem sagt raunveruleikinn, en saga vísindanna sýnir að við höfum oft uppgötvað hluti sem áður gátum ekki séð, og eins og til dæmis bakteríur. Við gátum ekki séð bakteríur áður en að smásjáin kom til sögunar. Útvarpsbylgjur, svarthol, það nú ekki svo mörg ár síðan, þetta svo 8 ár síðan að fyrsta ljósmyndan á svartholi náðist, og það var bara virkilega stórt dæmi. Og þyngdarbylgjur, það hafa ekki, það mældust ekki, það voru kenningar það en það mældust ekki. Og svo dark matter eða hulduefni og dark energy eða hulduorka. Þetta þýðir að andar eða verur úr öðrum víddum, það geti bara verið raunverulegar. Og þar að leiðandi líka erum við að tala UFOs, eða bæði UFOs sem einhvers konar flíildi, hvort sem þessi nuts and bolts eða ekki, eða verur eða áhöfn þessara flíilda. Þannig að það þýðir, þótt að þetta sé
kannski okkur í flestum tilfellum, allavega fyrir hefðbundi fólk ósynlegt, þá það ekkit endilega ímyndað. Þetta getur verið lag af veruleikanum sem við skynjum ekki, sem sagt í fræðilegri eðlisfræði eru hugmyndir eins og brainness, sem sagt úr string theory, það að okkar alheimur getur verið eins konar flötur eða lag, sem sagt bara í stærra rými, og aðrar víddir geta þá verið bara við hliðina á okkur og út allt. Og agnir og kraftar getur verið bundnir við ákveðin lög, sem sagt hvers veruleika fyrir sig. En þetta náttúrulega bara ennþá á sviði kenninga og við höfum náttúrulega engar mælingar og engin gögn sem að staðfesta þetta. En á sama tíma eins með kvontum þegar það sem þeir eru að gera í skammtafræði, þar sem þeir tala að þeir eru fannir að sjá fótspor Guðs en þeir sjá ekki þann sem stígur það. Við erum að sjá quantum entanglement eða skammtakrækju. Þetta höfum við mælt, þar sem við erum að kljúfa atóm eða sameindir og úrverða þá, segjum sem svo að við kljúfum rafeind og úrverða, ef ég skil þetta rétt, sem sagt tvær ljóseindir, ljóseind A og ljóseind B, og ef að, sem sagt, þarna eru þið með ljóseindir sem koma einhvern veginn úr sömu krækjunni, þetta er svo hjón, og ef þú stimulerar, sem sagt, eina ljóseindina, þá bregðast það báðar við samtímis, óháð fjarlægð á milli þeirra. Þetta ekkert ólíkt því, ég í daglegum samskiptum við Helgu systir mína og Helga systir og við erum mjög tengd og bara þið þekkið þetta öll. Í dag þá setti ég earpluggið í eyrað á mér og ég ætlaði sem sagt að fara að hringi í systir mína, ég tek upp símann og að fara að leita af henni í favorites, ég þurfti þess ekki, hún hringdi mig. Sem náttúrulega bara tölfræðilega, fáránlega litla líkur að það gerist. Þetta hef ég upplifað með vini mína og svo auðvitað ég með minni eiginkonu sem ég hef búin að vera giftur í 28 ár. Við virðumst sem sagt vera lesa hvort annað á einhverju svona quantum field sem bara algjörlega ómögulegt að útskýra. Þannig kemur innsæið okkar inn, hvernig við erum að lesa orku hvers annars og svo framvegis. Þetta náttúrulega ekkert annað en bara quantum entanglement, bara á breiðara spektrumi. Hvað myndi vísindaleg útgáfa af interdimensional being þurfa að fela í sér? Og ef við tökum hugmyndinum alvarlega, sem við auðvitað erum að gera, þá þyrfti hún líklega að svara spurningum eins og númer 1. Hvernig hefur hún samskipti við okkar efni í okkar veruleika? Hvernig flytur hún orku eða upplýsingar eða bara, sjálfan sig sem einingu á milli vita? Og af hverju sjáum við hann á stundum og stundum ekki? Og getur hún, og þetta mikilvægt, getur hún haft áhrif á mælanlegar niðurstöður. Vísindin myndu ekki segja strax og þau geta það ekki, þau geta ekki sagt ómögulegt. Þau myndu krefjast auðvitað mælanlegra áhrifa og það auðvitað bara koma sem sagt, þessi hraðalar og öll þessi kerfin og quantum computing og svo framvegis og svo aldrei að vita nema AI geti kannski eitthvað hjálpað okkur. Þannig að vísindin opna fyrir möguleikann á dýpri eða marglaga veruleika en hugmyndin leyndar verur sem búa þar enn frekar heimspekileg tilgáta, frekar en vísindaleg kenning. Og þarna kem ég svolítið að því sem að ég skrifaði talsvert í UFO 202 en það mikrotúbulus eða örpíplur sem að eru eins konar, hefur verið haldið fram að þessu að sé svona burðagrind innan frumunar sem og boðefna eða í rauninni boðleið ákveðinra próteina og eitthvað blaskilur. Ég skil þetta ekki alveg en það eru menn, það sem sagt Dr. Penrose og Hameroff. Þetta eru kenningar þeirra. Þetta Roger Penrose og Stuart Hameroff örpíplur eða microtubulus. Þetta eina af þessum hugmyndum sem að koma oft upp í þessari umræðu og hefur verið fjallað talsvert í tengslum við plasma orbs sérstaklega, þá hvort að vitund getur tengst einhverjum dýpri eiginleikum alheimsins. Og kenning þeirra kallast sem sagt OR eða Orchestrated Objective Reduction. Ég skrifaði heilan kafla næstu þetta í nýju bókinni. Og þeir segja, ef við ætlum að einfalda þetta, þeir segja sem sagt að tauganet heilans, það vinnur ekki bara með rafbóðum á milli taugafruma. Ekki bara. Og innan taugafrumana eru þessar örpíplur, mikrotúbulus,
örsmáar stóð og flutningsbyggingar. Þetta svolítið eins og stillasar. Og flestar frumur náttúrulega eru eru heila taugafrumur. Þannig að við erum að fókusa þar. Þeir halda þess fram að skammtafræðilegt ferli í örpíplum geti gegnt hlutverki hvað varðar meðvitund. Þá erum við að tala um innsæi, þá erum við að tala um minningar og þá erum við að tala líka bara þessa brú úr holdinu yfir í quantum resonance. Og þetta stangast ekkit mikið á til dæmis það sem Rupert Sheldrake hefur verið að tala um. Hann talar einmitt quantum resonance sem einhvers konar, hann talar þetta sem minningabanka og þá út frá línulegum tíma, þá bæði í fortíð og í átt að framtíð og þetta það sem að dulspekin talar sem the Akashic Records og þetta það sem við erum að vinna með hvað var að dáleiðslu og þetta það sem við erum að vinna með samkvæmt því sem að Rupert Sheldrake segir þegar við erum að hugsa eða minnast einhvers þegar við notum hausinn heilan sem einhvers konar aktivator til þess að ná í minningar úr quantum resonance og þarna kemur samviskan inn, þá ég að tala samviska, sameiginleg viska allra lifandi vera algjörlega óháð tíma. En gætu þessar örpíplur gert okkur kleift að sjá milli vita og samkvæmt núverandi vísindum ekkert sem bendir til þess. En það eru nokkrar ástæður fyrir því að fólk tengir þetta saman. Þetta sem sagt skammtafræðin undarleg og agnir geta verið í þessu samlagningu ástanda eða quantum entanglement. Það þessi tengsl, þau virðast brjóta gegn hversdagslegri innsýn okkar, þó svo að vísindin eru farin að viðurkenna þessi fótspor Guðs og raunveruleikinn sem sagt á grunnstigi ekki eins einfaldur og við upplifum hann og svo númer 2 að meðvitund náttúrulega ekki enn full skýrð, hún bara næstu því ekkert útskýrð. Við vitum mikið heilan en samt ekki allt og ekki næstu því allt en við vitum ekki nákvæmlega hvernig huglæg upplifun eða bara hvernig við upplifum heiminn, hvernig þetta bara verður til úr hverju meðvitund og Penrose og Hameroff þeir útskýra þetta sem svona stöðugt streymi af svona skammta yfirlagningu eða hruni, þetta eru svona miklu kvellar, bara stanslaust, bara bam, 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 bam og úr því verður bara eins og þau myndir raða saman filmum, þannig verður meðutundin til og öll áskynjun og öll skynjun og bara, þannig virkar meðutund út frá quantum, þetta eru rauninni bara fall, þetta eru miklu kvellar innan hverja einustu frumu líkamans og aðala í heila taugafrumum. Heilinn takmarkað skynjunartæki sem sagt og maðurinn sér náttúrulega bara lítið brot af rafsegulrófinu og heyrir bara ákveðið tíðnisvið. Ég held að prósentan, ef þú tekur heildarspektrum af heyrn og sýn, þá erum við að nema með svona í hefðbundnu hers eða tíðni ástandi, þá erum við að nema cirka 0,00035%. Það var eitthvað álíka. Við nemur upp í held ég 20.000 slög per sekunda sem bara mjög fínt hljóð en við erum ekki svo mís sem geta farið bara upp í 100.000 slög per sekunda eða 100 til dæmis. Þannig að við erum mjög takmörkuð. En þannig þetta, ef við förum í það hverjir raunverulega að tala þessar interdimensional beings fyrir utan einhverja þingmenn, þá þetta ekki bara þingmenn, þetta eru líka nöfn eins og Jack Vallee og hann svona godfather, hann svona UFO rannsakandi svolítið númer 1 og hefur auðvitað stundum þótt kannski mögulega svolítið umdeildur, hann með eitthvað svona djúpríkis tengsl, hann frakki og þess má geta að karakterinn, rannsakanda karakterinn úr Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg myndin sem kemur út 1977, þessi karakter byggður á Jack Vallee og hann sem sagt byrjaði sem UFO rannsakandi sem skoðaði gögn með vísindalegri nálgun, hann geggjaður. Hann hefur hafnað í að öll UFO væru einfaldlega gameskip eða nuts and bolts frá annarri plánetu.
Hann hefur velt því fyrir sér hvort að fyrirbærin geta tengst einhvers konar samhliða veruleika, öðrum vítum eða fyrirbærum sem hafa haft samskipti við mannkynni gegnum söguna. Þannig að hugmyndin hans ekki alveg svona, litli græni kallar úr fjórðu vitinu, heldur meira að við erum að túlka eitthvað sem birtist okkur í gegnum okkar eigin menningarlega og skynrænu síu, því að svo þetta bara breytist ásýndin eftir í hvaða tíma við erum og út frá hvaða menningarlegu nálgun við erum innan skynjunar. Ég meina, lýsingar, við höfum farið yfir þetta bara eins og lýsingar í testamentunum, í biblíunni, þar þeir að tala um eld á himni og hjól inn í hjóli og því þau hafa engin tæknileg viðmið eins og við höfum í dag, þannig að við erum farin að lýsa þessu á allt annan hátt og við erum að fara að horfa á þetta meira vísindalega í staðis að vera svolítið með þetta kannski tengt einhverjum svona basic náttúruöflum eins og var kannski bara í fyrndinni og þetta á líka við frumbyggja og svo framvegis. Svo erum við að tala um John Keel, hann talaði um ultraterrestrials og semst hugmyndin hans var að þetta væri kannski ekki lífi utan jarðar, þetta eitthvað konar greind sem væri númer 1, ekki venjulegt eða hefðbundið líkamlegt líf, semst á öðru bylgjusviði og eitthvað konar veruleika sviði sem við skiljum ekki beint og hann tengdi líka UFO frásagnir við eldri sögur einmitt anda, álfa, djöfla og svona ýmsar goðsagnar verur. Og svo það J. Allen Hynek, bara nefnið það sem dæmi, hann var ekki beint svona millivíddar maður en hann og doktor Jack Vallee, þeir ræddu hugmyndir interlocking universe sem þýðir að okkar veruleiki geti mögulega verið hluti af mun stærra kerfi en við skynjum það bara aðeins að hluta. Þannig að þetta orðið dubious og ég ætla að lesa hérna smá texta hérna fyrir ykkur sem ég sá í dag og kopíða hérna inn á þetta. Ég ætla að lesa ná ensku. A congresswoman with classified UAP clearance, þarna verið að tala Anna Paulina Luna, went on record saying that new UFO documents and footage are dropping. Hún að tala fjórða droppið sem mögulega kemur til með að eiga sér stað á heimasíðu Department of War. Og ef við förum bara hérna inn, hérna erum við með þetta, hérna erum við inn á US Department of War og ef þið farið hérna upp þá getið þið skrolla hérna niður og farið hérna í UFOs og hérna þið með öll þessi gögn og allt þetta drasl. Hérna þessu sleppt. En hún ég ætla að halda hérna áfram. Já, and that the witnesses briefed to Congress aren't calling them extraterrestrial, they are calling them interdimensional. Anna Paulina Luna, who chairs the House Task Force pushing for UAP declassification, made a statement on the Officer Tatum show. She said congressional witnesses have told lawmakers some very interesting things and that the word they use isn't alien, it's interdimensional. Luna stopped short of defining what she means. She told the audience to look at the material themselves and draw their own conclusions. Þannig að þetta stemningin vestanhafs og orðið á götunni og burtséð frá því hvaða túlkun maður að leggja í þessa svokölluðu uppljóstrun sem hafin, where are the aliens, krakkar, bara farið hérna inn, hér eru þær. Eins og ég sagði síðasta þætti, það var farið í fyrsta droppin og eitthvað svona fuzzy. Annað droppið var að orðið meira nuts and boltsy. Við vorum með myndefnið þannig 4K og þannig ekkert að tala skýrslurnar eða PDF, þannig skilur við, bara myndböndin. Og allt var náttúrulega svartkvítt. Nefnum að svo kemur þriðja droppið og þá þetta komið í lit og þannig erum við að fókusa á orbs eða þessa plasmanetti sem oft koma upp í samhengi við meðutund og svo framvegis. Þannig að orðið á götunni að nú á að fara að kynna fyrir okkur, dropa í okkur, dularfullt
myndefni sem að myndi þá verða af svo kalluðu NHI eða Non-Human Intelligence, með öðrum orðum að við erum að fara að sjá geimverur. Og ég hef bátt með að trúa þessu. Ég er ekki svo viss að þetta bara eitthvað swingi dick skiljiði og sé að fara að gerast svona hratt, því að ég vil meina að sé verið að dropa þetta í okkur hægt og rólega, því það er verið að búa til nýja narratífu, en það er ekkert sem kemur mér á óvart lengur. Ég verði eiginlega bara að segja það. Ég er að fara annað kvöld aftur að sjá Disclosure Day með konunni minni. Sambíóin voru svo yndislega að bjóða mér og konunni minni í bíó, og ég ætla að fara á morgun með svona ákveðnu hugafæri. Ég ætla að horfa eftir dítilum og ég ætla að reyna að vera opinn, og þess má geta að það var að koma viðtal út hjá Jesse Michaels núna bara í vikunni, þar sem hann er að ræða við einhverja 2 kvikmyndaframleiðendur sem að fullyrtu báðir að Steven Spielberg væri búin að vera í tengslum við þessa hólfaskiptu djúbryggis arm skiljiði, og þessi armur eða þetta djúbryggi væri búið að vera involverað í framleiðslu á öllum hans kvikmyndum tengt UFOs eða geimverum. Sem sagt að hann hefði búin að fá handleiðslu, hann var búin að fá efni, hann er búin að fá að sjá skýrslur og hann er búin að fá að byggja upp í rauninni sínar kvikmyndir út frá í rauninni leiðbeiningum sem sagt þessara agenta sem að hafa unnið með honum, sem og hann hefur fengið að nota innihald þessara skýrsluna, hvort þessi myndefni eða skrifleg gögn. Hann hefur fengið að nota það sem sagt til þess að búa til sínar sögur og settar á hvítatjaldið. En who knows? Herraskurnar, ég kveði bili. Þið ráðið hvort þið followið geimsýruna á TikTok, það er geimsýran, UFO geimsýran, eða á YouTube, það er þvottahúsið geimsýran. Og svo getið þið fylgt mér á Facebook undir nafninu Gunnar Dan, og ég birti þættina þar sem svokölluð Reels. En þetta var vísindahornið. Mér þykir óendanlega vænt ykkur, eðlilega, og ég segi bara farið vel með ykkur og namaste.